Og kvöldi, kæru gestir, og velkomin til Frakklands á Le Mans og Grúp 1 og mér situr hann Ingi sem ætlaði nú að keppa en vildi nú frekar skemmta sig með ykkur hérna á árundunum. Já, góða kvöldið og það bara gaman að sitja með þér hérna í Frakklandi og fylgjast með baráttunni. Heldur betur. Það væri nú líka gaman að vera á braut, maður neitar því ekki. Vissulega, en ég hef nú ekkert verið að keppa í ár og það er ekki neini stigabaráttan, þetta skiptir engu máli. Bara upp á fannu. Það má líka. Já. Það er alltaf gaman að kappast þér hvort sem það er við stýrið eða skjáinn, sko. Já, það er það, sko. Það er alveg rétt þess. Við vorum svolítið seinir á stað, bæði að þegar ég var eitthvað að græða lífveri hérna bara rétt fyrir keppni og svo bara að setja þetta upp og allt öðruvísi og eitthvað, þannig að þetta var svona aðeins. Sjá, við erum að starta í aftur nún í 12 tímaröðun og það er rolling start og 5 og 3, 100 lítra bensíni og bara fjör og skemmtilegt, hördekk, mandatory. Já, við erum ekki með tímatöku í þetta skiptið, við ætlum að ræða eftir stigum. Já. Það var rosalega langur hringur en það tæki góðan tíma að taka úthring og ná svo á einum hring. Þannig að já, þetta er þægilega fyrir líka lengri keppnir. Já. Það er rétt að renna hérna yfir stigatöfluna. Gunnar, Dotti, Gunnar, Sveinn Arnarsson, Haukur, svo Gretar þar eftir. Þá hendum við bara í Let's have a clean race og good luck. Alright. Þá byrja leitin að good luck. Hvar var þáttur? Alltaf sama veisinni. Þú sér maður þetta aldrei þegar maður leita þessu. Þá fáum við bara Let's have a clean race. Þá hendum okkur bara í það. Klukkutími. Þetta virðist vera bara Porsche vs Toyota. Já. Endaði valið þannig að hugsa það, já, og við byrjum í rigningu. Já. En alveg svona á mörkunum við það að vera intermediates. En það eru allir á hörðum. Já, þetta var áhugavert. Ég tók einmitt eftir því þegar ég kom inn í lobbið áðan að það var að þorna brautin, þannig að við grunaði að gæti verið eitthvað svona. Já. En Eva er komin í fórustu. Já, hún var í fórustu. Jón B. Bremsa á seint. Og fleiri, Binni líka. Trikki á fyrsta hring þessi beygja. Maður gleymur ju oft að maður er á köldum dekkjum. Heldur betur, og hvað þá í svona sleipu. Jón B. Hann bjargaði sér með annarsæti. Já. Gunnar er að pressa Dotta og Dotta er að pressa Sæma. Baráttunni þriðja sætið. Já, þokkaleg barátta hérna í þriðja sætið, já. Þetta er orðið 4 bíla barátta. Haukur var kominn í skottið á Dotta. Draftið er náttúrulega gríðalegt hérna á þessari braut. Dotti flýgur fram með honum hérna. Sæmi ætlaði ekki að taka þátt í þessu. Nei, hver flög hann út af? Það var eitthvað skrítið, það var eitthvað óryggur á bremsupunktum. Já, 2 sem flugu hann út af. 4-5 bílar bara orðnir í þöga en í beinu nánast. Gunnar og Haukur orðnir síðastir. First it giveth, then it taketh away. Já. Binni hvaða bíl er Binni að keyra? Hann er að Toyota. Eva spinnar! Erðu?
Eva spinnaði út úr síkinu. Æjæjæj. Skemmt vinstra megin á framann, en það á náttúrulega lagast. Já. Já, þetta hættan við að vera á hörðum í Blautunni. Hún ekki alveg... Gunnar að skella sér inn á Hauk hérna. Já, hörku barátta hérna alveg frá 8. upp úr. Gunnar. Þeir gera þetta vel, strákarnir. Haukur hefur betur. Árandur kannski láta okkur vita hvernig hljóður. Þú kannski hendir í post á hérna fjesið. Herru, já, ég fyrir að stakka aðeins frá. Já, bara minnstamál. Og þá Dotti komin í annað sætið. Fyrst Eva datt hann niður. Binniskrabinn heldur ennþá þriðja. Nei, akkur þegar ég segja að þetta hann upp fyrir. Missir 2, smá kontakt þarna. Gunnar stingur sér inn á hann. Nú hann að láta þetta stikka. Erfitt að sjá bara hvað að gerast en það hefðan sko. Ná. Og þá orðið dimmt. Helviti þetta fallegt. Jón keyrir eins og herramaður. Blautin ennþá þokkalega braut. Já, þetta var nokkað skrítið lag hana. Og hann fyrir beint inn í pittan Jón B. Hann að skella sér á... Hvað ætla hann að gera? Ætla hann að taka í intermediates eða fer hann á medium deck? Það bara soft. Og nú þetta orðið dimmt líka, þannig að hún var lengur á þarna brautin. Það þýðir að Dotti komin í fyrsta sæti og Haukur komin upp í 3. Vá, hann fljótur að þessu. Hann lætur verkið tala. Fyllir bílinn. Hann kemur út á Inters. Hann kemur út á Inters-strákurinn. Veit ekki með þetta. Brautin að detta í þurrt. Sjáum það á strikinu hann á hliðin á dekkjunum. Efsti kubburinn Vets, miðjukubburinn Inters og neðsti kubburinn eru slikkar. Þannig að við erum bara að detta í það. Vel gert á Hauki samt að vera komin upp í annað sæti. Ég mættir frá störfum á Intervefnum. Jæja. Jón B. skellti sér í pitt og tók Inters. Já. Úr forustinu. Já. Ég svona, veit ekki með það. Nei, ég samræði. Nú þegar að eins og sér dekkja bleitum mælinn hann að lengst til vinstri. Nú var hann komin fyrir neðan fyrsta strikið. Akkurat. Það þýðir yfirleitt að þú getur keypt þurrlínuna. Já. Gæti líka verið erfitt að sjá hana svona í myrkrinu, en hann ætti nú samt svo sem að... Menn eiga hann bara að vita hvað hann Já, eins og við sjáum hérna borð hjá hann og Dotta, þá... Já, gæti verið snúið að sjá hana. Svo náttúrulega orðið dimmt líka, þannig að þetta líka sko... Hún líka lengur á þarna. Þegar dimmt. Vissulega. Nú kemur Haukur fram úr honum. Haukur búinn að vinna sér upp í fyrsta sætið aftur. Já, hann minnur ekki það. Já. Ég veit hann að þau þurfa að passa sig á böttunum þegar geta verið ekstra blautir og snúrmönnum, en þetta flestir þekki aksturslínuna og halda sig á henni og ekki að bremsa of seint, þannig þar útförinni þá náttúrulega missa þau gripið ennþá meira.
Akkurat. Þannig að maður þarf svona að passa sig svolítið akkurat á þessum hringjum á meðan hún að klára þarna, en ég held að þetta hefur verið mistök hjá honum að fara inn. Það er mjög langur pitturinn hérna. Það getur alveg farið út af 3-4 sinnum. Þú veistu samt, hraðar heldur en að fara í pittin, sko. Langur pittur. Það tekur mikinn tíma að þess. Mjög langur pittur. Hvaða stratt heldur hann sem hann sé að hugsa? Ég veit það ekki. Það er svona... Þú veist, ég hugsa að þetta sé alltaf spurning bara one-stopper eða two-stopper. Já, þegar ég ekki á braut, þá get ég upplýst mitt leyndarmál. Hvað ætlaði þú að taka? Sko, ég ætlaði að taka one-stopper. Já. Ég held að það sé ekki spurning, sko. Já. Þú þarft að fuel-safa til að gera það, en þú veist, það er ekkert mál. Já. 9 á hörðum og 8 á medium, það var planið hjá mér. Eða hugsaðlega 10 á hörðum og 7 á medium. Já. Þú getur keyrt og fuel-safað 10 hringi, þú rétt með því. Já. Á Porschen, þarf að segja. Hvaða bíl ætlaði þú að velja? Ég ætlaði að keyra Porschen. Porschen, já. Hann er helviti góður. Nei, og Haukur út af AS. Nei. Samt fjólublar. Og hálf sekunda. Já, það er auðvitað að pikka upp hérna penalty sem það breyt. Já, heldur betur. Sérstaklega í þessari beygju hérna út á beinakaflan sem við erum að horfa á núna. Hún er svolítið trikki að ná turn-in-punktinum rétt. Já, þegar maður vill ná svo mikið góðum hraða nefnilega í gegnum hana líka, sko. Þannig að maður er alltaf alveg á ystu nöf. Og maður er aðeins út fyrir, þá er það bara ræsing. Mjög harðir inn í Fraklandi að rausingunum, það taka mjög alvarlega. Heldur betur, Sæmi djúpur hana inn í fyrstu beygina. Það voru þeir Gunnar hérna í dragreysi niður beinakaflan. Dotti er rétt fyrir aftan slipstreamið hjá honum Hauki. Hann fara að vera aðeins nær til að pikka upp slipin. Gunnar líka komin upp í 3. sæti. Manst Gunnar og Haukur fóru saman hana áðan og voru aftastir. Sæmi er að pressa Gunnar hérna, þetta er bara það sem það kannski aðeins að fylgjast með. Já. Sæmi mitt gerði mistök inn í fyrirbeginu, þá náði Gunnar honum og átti betra exit út úr fyrirbeginu, hann náði fram á honum. Þetta er svona aðeins að slakna hérna, hann fer utan Gunnar og Sæma. Eva er í 7. sæti, hún er 11,5 sekundur frá Hauki. Það er aðeins að vinna upp, það eru 3 mistök. Já. Ég held einmitt að Haukur og hérna Gunni hafi grætt á því að það voru allir að berjast svo mikið þarna fyrsta hringinn þegar þeir hérna fóru saman hana út. Ég held að það hafi unnið þetta svolítið mikið tilbaka á því. En núna er komin aðeins meiri ró yfir hópinn, þannig að þetta getur verið aðeins erfiðara fyrir Evu að binda sig upp. Já, ég sýnist þetta bara á þannig 3. sæti, þetta er svona þeir bílar sem er næstir hvorum öðrum. Já, en nú er Gunnar bara nær Dotta heldur en, nei, hann har breyttist aftur. Já, ég ætlaði að fara að segja, þetta er eiginlega að breytast í 4. bíla bara á 1. sæti, sko, því að þeir eru komin allir í mynd. Heldur betur. Inni komið með sagt 2 sekundur. En já, Dotti er bara, hann hefur ekki verið eins nála Hauki núna lengi, hann er komin undir hálfa sekundu. Já. Og svo er skítu á lofti hérna í gegnum Porsche-beygjunar, það er nú ekki besti vinnum hann, sko. Nei, enda við sjáum að hann er alveg að tapa 3-4 tíundur sekundu bara í Porsche-beygjunum, því að það er erfitt að alltaf negla er bara eins og ökumar fyrir framann, þú þarft að díla við Dirty Air og þarft að kompromæsa. Heldur betur. En sko, ef hann næri að vera svona nálokkunum, aðeins nær kannski, helst í svona 0,7 þegar hann fer inn á beinakaflann. Já. Þá erum við að tala saman í draftdeildinni, sko. Heldur betur. Það gerist eiginlega ekkert fyrr. Þannig að hann er komin í það færi. Svo er bara glæsilegt, mjög stutt á milli topp 4.
hljómaði eitthvað skrítið. Þetta í topp 4. Já, hann á alveg þrjusandi fjólblóðan, spurning hvort hann fær penalty, hann Haukur hann að, nei, það var sloppið. Sæmi í bullandi drafti hjá hann Gunnar núna, hann kom inn undir 30 sekundu. Spurning hvort hann sá dífu, eða þarf ekki eins og dífu sér, en nei, hann hókaði eða hvað? Hann var að hugsa þetta, hætti við, hugsa þetta meira og ákvað svo að bíða betri dags. Já, ég var að kíkja á kommentir hérna. Það er alveg ekkert búið að kommenta á hljóði hjá okkur, en þeir eru að tala hérna Temporary Exposure Correction. Það tala reyndar þig, en ég hef með útsendinguna, þannig að ég bara kann ekkert á það, ég keyri í VR, þannig að Sagður exposure? Æ, EVAF exposure eitthvað til þess að fá meiri birtu svo sett á breytuna. Trikkið til þess að sem allir nota sem er að keyra á skjá. Já. Þú þyrftir að fara út úr lobbyinu til þess að eiga við það og það er náttúrulega það er aðeins meira en að segja. En þetta virðist vera mjög jafnt hérna í topp 4. Þetta er bara cirka sekúnda á milli bíla hérna, fyrstu 4 sæti. Þetta betur. Hvernig er staðan þarna fyrir neðan? Er ekkert að gerast þar? Það eru bara menn rosalega mikið að keyra sóló. Öll bara, við sjáum hvergi annar staðar 4 bíla í mynd í einu. Þannig að við fylgjumst með topp 4. Menn eru bara, það er mikið bíla milli manna á öðru stöðum og þannig að ég held að... Hvernig gengur nú hjá Jóni með Interstacki? Hann hlýtur nú að vera búinn að fara inn og skipta aftur. Hann er kominn á medium, hann hefur greinilega farið inn aftur, en ég meina, hann er mínútu núna á eftir fyrsta manni og 22 sekúndur í ökumannin sem er á undan honum næsti, þannig að talandi að taka ranga ákvörðun, þá var þetta alveg klárlega eina þeim. Já, ég hefði nú alveg getað sagt honum að Interstackin er ekki góð í þurru. Já, fyrst hann startaði ekki á þeim, þá meikaði ekki þess að fara á þann þegar brautin var byrjað þarna. Akkurat. En, þú veist, maður lærir. Já. Minnst einhver til að læra þeim og þetta kemur fyrir alla. Akkurat. Já, en Jón er þá definitely á two-stopper ef hann tók mediumdekkin. Jói, honum til varnar, þá gæti þér að hann sett allavega Interstackin á þegar það var smáblauta. Já. Það var ekki bara sól og heiðskýrt. Nei, nákvæmlega. Já, ég held að þetta er eitt af þessum fröndunum sem maður mun aldrei gleymast. Þetta betur ekki. Þetta er minn. Já. Þetta betur. En það sem er að frétta er að Haukur er aðeins búinn að búa til smá bíl í Dodda. Við erum að tala að það yfir 2 sekúndur á milli þeirra, en það er undir sekúndu í Gunnar. Þannig að Gunnar og Doddi eru þeir sem eru hvað næstir hvorum öðrum eins og staðan liggur á brautinni akkurat núna. Já, við erum með borð hérna hjá Gunnari. Já, maður finnur alveg þetta er pínu trikki að keyra í myrkrinu Já, það getur verið það. Ég er náttúrulega kýr í VR, þannig að maður setur inn í dimmum bílnum og svona og það er mjög real og en já, þú veist maður langar líka að hækka björgun á skjánum en það er maður ekki að leggja það á sig. Það átti ekki að vera aksturshermir. Já. Það gerst.
Bullandi draft hjá Jep. Bóta. Já. Gunnar bara komið fram úr. Já. Þetta er drag race. Heldur betur. Báðir á sama bílnum síns mér. Já, báðir á Porschenum. Sæmi græðir á þessu. Og Haukur. Já, koma hana inn í, hvað kallar það, Indianapolis. Nú var ég ekki í góðum með nöfn. Ég held að þessi beygja heiti Indianapolis sem við vorum að fara í. Þannig ekki marga beygir sem ég man nöfnin á en þetta er eina en Já. Svo er nú annað fróðlegt líka að með batteríði. Porschen náttúrulega, maður þarf ekkert að spá í batteríðinu á Porschenum, en maður þarf að spá í því á Toyotunni. Já, Porschen hann bara hliður þetta eins og enginn sem morgundagurinn. Já, bara full gjöf og bara svo vör sko. Það er bara... Það er líka stemning að keyra Toyotuna og hún virkar mjög lipur og létt og stutt á milli gíra, með 7 gíra kassa og hérna þannig að þetta er svona einna helst minnum hann að keyra formúlubíl, þú veist, stöðugt að skipta hann sem fljótur upp snúninginn og mikið downforce í honum. En hann skorti náttúrulega svolítið endarhraða með við Toyotuna. Toyotan er þyngri og náttúrulega... Nei, Gunni! Hann er ekki beyginn alveg nógu vel, þarf að hægja of mikið á sig til þess að fara ekki út í sandinn. Sæmi hugsanlega komið fram og líka bara. Já, mér sýnist það. Hann er mun betra exit hann út úr beyginni, þannig að hann er komin fram úr, en Gunnar lætur þetta ekki fara frá sér. En með innri, svo ytri. Svo innri, svo ytri aftur. Dansa menn samlega í gegnum beyginar. Gunni lætur þetta stikka. En getur Sæmi svaraði á beinagaflunum. Sæmi er líka á Porschenum. Porschen er vinsæll. Já, hann hérna er skemmtilegur. Fyrir Já. einhverjum árum síðan þá völdi allir Toyota TS 050 eða hvað líka. Já. Ég veit ekki hver logíki var, en á þeim tíma var það bara besti bílinn, en svo breytist þetta svolítið og núna er Porschen sterkur, sem er mjög skemmtilegt. Heldur betur. Ég er einmitt múin að keyra Porsche svolítið. Ég er að fíla hann betur en Toyotuna. Já, ég er meira að segja, sko, að þegar ég sagði TS, svona nafnið á Toyotum, þá er ég að tala um, sko, 2016 Toyota, en ekki þessa nýju, sem er svona, hún er kraftmeiri og þyngri, hinn Toyotan er meira svona svipið átt á Porschenum. Já, við erum með TS010, svo TS030 og svo TS050. Já, það er 50 típar sem var alltaf að keyra hérna tímabili. Já, það er allir að keyra, margir búin að vera að keyra hana einmitt núna fyrir þessa keppni og flestir eru á henni. Ég sá að það er einhver einn samt sem er á TS010 og ætla að sé Benni hérna. Já, svo mjög stutt síðan allir voru á hérna Mazda Vision, Gran Turismo Vision bílum Já. á Daytona keppninni og líka eitthvað í hérna. Þannig að þetta er svolítið að breytast, hvað er bílinn til að vera á hverju sinni. Fyrra voru mjög margir á Hyundai, hvað er hann í dag? Já, nákvæmlega. Hyundai var alveg bara OP í fyrra. Það er hörku barða hérna, Gunni og Sæmi, þeir eru ekki þættir. Nei. Sæmi í bullandi drafti núna. Þetta er ekki að slingshotta sér fram úr honum. Þau eru ekki á sama bíl. Jú. Nei, ég svara, þau voru öðruvísi. Nei, það eru ekki á sama bíl. Nei, fyrirgefðu, Gunni er á Toyotunni, TS050. Já, hann er á Toyotunni sem ég var að einmitt að tala um hérna. Já. Ekki svona sagt nýri Toyotunni. Hún er þyngri en miklu hraðskreiðari. Hún tapar í beygjum og hérna og af stað en vinnur svo á beinukomum alveg mjög lík. Það er leiðilega að keyra hana. Hún er ekki að maður finnur svo fyrir þyngdinni að manni finnst þess að það er ekki að hendinni mikið inn í beygjur og bremsa henni sund sem mann langar. En, þú veist, það er hægt að keyra hratt og það bara aðeins að venjast henni pínu öðruvísi augstíl.
Já, maður líka að spá í batteríinu. Ég sé að Gunnar er alveg að láta batteríi vinna fyrir sig. Ég veit að það voru einhverjir sem voru að keyra hann sem náðu bara að klára batteríið og hérna. Það var ekkert gaman. Nei. Þá hægist aðeins á þér sko. Já, ég man einhvern veginn eftir að hafa keyrt þennan bíl og batteríi búið og það er alveg slatti tími á hring sem það ætti að tapa sko. Já, það er heldur betur. Eva hérna komin í 5. sæti, er 4,5 sekúndu tæplega eftir Sæma. Og fróðilegt að sjá hversu fljótt hún getur unnið þetta upp. Hún er nú að tikka, nei, hann er þetta upp í 4,5 aftur. Eva er á Porschinu líka. Gretar er að fara í pit núna. Já, 7 hringi. Hann er að skila sér hörðudekkjunum og miðað við að fara í pit á 7. hring. Þá myndi ég halda að hann væri á 2 stoppa plani. Þetta er að taka frá medium og medium en til að snartir í keppnar. Já. Þá 6,5 mögulega. Já. Hvað svoleiðis. Það er sko að dreifast úr fremstu mönnum. Já. Mikið náinn baráttu hérna í augnablikinu. Það er að skamma eftir baráttum á braut. Allt og að danna í augnablikinu. Kíkjum aðeins á Hauk bara. Algjörlega. Var Haukur ekki á Porsche líka eða var það? Svo, jú, syns það. Doddur á Porschinu mér. Eða hvað, ég er nú bara hættur að sjá muninn á þessum bílum sko. Já, maður þarf að detti einhvern svona smá upplýstan kafla á brautinni. Maður er nú ekkert auðvitað að sjá þetta í myrkrinu það er með hellir á sinn beint í augum. Já, maður sér það, Haukur er á Toyotu. Doddi er á Toyotu. Gunnar er á Toyotu, þeir eru allir á TS050 sínst mér. Já. Sæmi er á Porschinum. Eva er á Porschinum. Binni er á þessi TS010 sem Binni er á. Ég sá að það var einn á TS010. Sveinn Arnarsson, er þetta ekki? Hann er á TS050. Jón B er á Porschinum. Gretar er á Porschinum. Það er Binni sem er á TS010 sínst mér. Þess er þetta svona nánast 50-50 TS050 og Porsche. Já. Þetta eru stór stig fyrir Hauk ef hann er að klára það í fyrsta. Já, ekki spurning. Við sjáum það líka, sér það, Haukur er tómur á batteríi. Já. Ég var að netta að veita því aðeins. Já. Gunnar og Doddi. Smá inn sko. Já. En Doddi og Gunnar á sama bíl með fullt batterí. Þetta Doddi er búinn að taka hálfa sekúndu áður núna. Hvernig gengur Eva að skera... Já, wow! Eva kom inn undir 2 sekúndundar á Sæma.
Og nú erum við að fara dætt í baráttu hérna, sennilega fjórða sætið og fyrsta sætið síðan. Ef Haukur nær ekki að laga batteri hjá sér. Já, það er spurning sko, það nú eitthvað hægt að hjálpa við það með að draga bremsunar örlítið fyrir beygjur og svoleiðis, en Já. þetta náttúrulega pínu leiðilegt að standa í svoleiðis starfsemi, þannig að það vill helst bara vera með allt í botni. Já, akkurat. Það einmitt það sem ég fílaði við Porschen, að maður getur bara keyrt. En þú segir, ég meina, Haukur tómur og báðir að keyra saman bílinn, þannig að það einhver munur. Já, Doddi að gera eitthvað öðruvísi, Gunnar líka að gera eitthvað öðruvísi. Klálega. Þetta sjáum við það að beilið komið í 17, sem sagt 1,8 núna. Þetta í 2 aftur hérna í gegnum beiguna. Og ef að þetta hérna fer að nálgast sekunduna hérna í Sæma, liðsfélaga sinn. Og Sæmi náttúrulega í baráttu að komast upp úr deildinni. Hann situr í 3. sæti en stutt niður í 4., 5., 7. og 7. ef ég man rétt sko. Sæmi aðeins búinn að nálgast Gunnar og Eva komin í bara 1 sekundu þannig fyrir aftan. Þannig að þetta alltaf stefna í baráttur hérna í topp 5 sætunum öllum. Billy helst nú í 2 sekundum hérna milli Dodda og Hauks. Komið 0,6 þannig að gott var aft og getur það að gerast. Þetta er alltaf þéttast. Bæði Sæmi í Gunnar og Eva í Sæma, þannig að þetta er alltaf stefnandi 3 bíla baráttu hérna í 3. sætið. Ég held að Eva sé búin að tryggja sér titilinn í deildinni. Það er ekki náttúrulega rétt sekundatæp í Dodda frá Hauk, þannig að það eru bara baráttur hérna 3. sætið, 3 bíla og síðan eru Doddi og Haukur að berast í 1. sætið. Það er komin hálf sekúnda þar á milli. Það er bara pick and choose. Hvað er þetta að horfa á? Já, og það er enginn búinn að hérna pitta nema Grétar og Jón B. Sæmi alveg nefndu í skotti á Gunnar núna. Bara að landa í 1. sæti og Gunnar aðeins lausan út sem þýðir að Sæmi alveg á honum hérna, mun hraðar út Skipti vera á 1. sæti nú og Eva koma hratt hérna saman líka. Doddi að fara fram á Hauki as you speak. Hann í drafti og komið fram úr. Og Haukur aðeins lausan út. Nú Haukur komin í byttandi draft og Dodda, þannig að hún langar að return the favor. Þetta og gerir það. Nú ætti Doddi samt að koma tilbaka þegar hann með batterið. Já. Þeir koma svo sem svo hrattan út, þannig að batterið duga bara upp í hvað, 250 eða eitthvað. Þetta er plójast. Spurning sko, ég hugsaði þessu báðir að fara inn í pitt í lok þessa hrings. Já. Allavega Doddi sko. Báðir svipaðir á bensín. Smá lausan út. Já, Doddi aðeins minna en ég hugsaði að færi báðir inn á þessum hring. Hvort að sjans að Haukur getur náðu eitthvað hringan. Nei, hún hafði ekki auka hring á þessu. Ekki? Nei.
Herru, ég var að reyna að fara fram úr Sæma. Það er 3. sætið. En tekst ekki. Ég er náttúrulega lýsulega sko, þannig að hún gæti nú tekið Óskar Piastri á þetta og hjálpa. Ekki það, Piastri þurfti svo sem ekkert að gera það og hann tryggði sér þetta bara sjálfur. Það sé kall frá liðinu núna. Já, hún er að ýta honum með það. Það er bara full push, bókstaflega. Núna Doddi og Haukur að koma inn í pit. Fylgstu með því líka, fyllist á batteríi þegar þú ferð í pit. Það gæti mögulega að hjálpa Hauk. Já, hann gerði það, leiði bara áður en hann bara leiði að svissaði stjúið hann kom inn í pit, hann bara fyllt stæmnaði. Já. Ég var að fara út í, spinnar aðeins út í vegginn hérna í pit entryinu. Þetta endaði 3 sekúndum. Já. Það er greinilegt að meiri hlutin allan af öllum toppökumönnum sem eru komnir í pit núna. Það er allir á one stopper. Það var nákvæmlega sama pitplan og ég var að hugsa. Það er að segja að þeir setja medium á. Já. Það er alltaf í myndin líka að taka bara hard og hard. Hard ekki mér alveg hínuna. Jón B. heldur áfram. Það er nú fróðlegt að sjá hvað hann kemur nú út á móti. Já, hann þarf nú að fara inn í pit brálega. Já, hann klárar ekki dækjum þessu. Já, þetta er mjög tæft á dækjum. Haukur og Doddi fara á medium, jú, þetta er allt eftir plani. Sæmi fór aftur á hard og Eva fór aftur á hard. Já. Þannig að Eva og Sæmi getur verið með pínu dekkja forskot á síðustu 2 hringjónum. En það er kannski ekki mikið meira en það sko. En Haukur er strax búinn með batterí. Já, ok. Ég fylgist ekki með því hvort að þessi hræðsla var í botni þegar hann fór út úr pitnum, en allavega í viewinu í pittunum þá fór hann í botni, en þetta er líka bara verið eitthvað glitt sko. En já, það er greinilegt að hann er fyrstur í batteristjúsin. Jón B. Já, hann fer að fara inn bara fljótlega. Hann á meira bensín heldur en dekk eftir. Já, nú er nú svolítið bíl á milli manna. Doddi er nú satt að sækja á hann Hauk aftur hérna, það kom í 2 hólfa. En sko Haukur greppti alveg góða sekundu, 1,5 á Dodda, bara með að vera með örlítið meira bensín í pittinum. Akkurat. En með þennan batterísmul og þá held ég að Doddi verið nú fljótur á nánum samt. Já. Basically top 3, þetta er áhugaverðasta sem er á brautinni núna. Já, það er spurning sko, ég finnur forvitin, ég ætla að fylgjast með aðeins hérna bremsutrausinni að Dodda, hvort það sé að náttúrulega brist til að hlaða batterí sem Haukur er ekki að gera. Hann hlýtur að vera að gera eitthvað. Já, ég meina klálega, sko, þú veist, hann bara með því að fara bara örlítið og mjög laust á bremsuna, ekki það mikið hefur sért axil í að bremsa, bara að draga hana smá ef þú getur á sömu stöðum, getur breytt alveg helling, sko. Já. Það virðist ekkert vera fyrir hún að draga hana neitt sérstaklega, sko. Jæja, það byrja að birta aftur.
Þetta er fljótt að gerast í 12 tíma hröðun. Svo það byrjum við aftur núna, þannig að það er rosalega fljótt að verða dimmt. Sko, einhvern tímann minnir mig að ég hef einhvern tímann sko lesið líka að það er mjög stillir brake bias á bílunum getur haft áhrif á hversu mikið við hliðar batteri. Já, ok. Það ætla að segja að hlaða þá kannski meira á framdekkjunum, meiri núningur. Já, þú sér ekki brake biasin hjá þeim sko, en þú veist, ég hliður hann á öllum dekkjum eða bara öðru hvoru. Ef hann hliður á öllum dekkjum er þá betra að vera með brake balance í 0 svo það ekki minna öðrum megin eða ég veit það ekki, en þú veist, ég er bara svona að hugsa upp á þetta, það gæti verið faktor í því af hverju Haukur er að fara svona með batteríuna með Doddi gerir ekki, því að ég var að fylgjast með Doddi að keyra og ég var ekki að sjá neitt á hérna bremsu inputin í hjá honum. Doddi með 2 sekundur. Hann var að gera eitthvað aukalega, þannig að Anyways, kannski við spjallum einhverja skoðun á þessu. Akkurat. Þessar 2 sekundur, Doddi þarf bara að vinna þar aftur upp. Hann er búinn að gera einu sinni, hann gert það aftur. Þessi hún er búinn að gera 2 svo núna. Koma 2 saman hérna inn í. Doddi hefur það, eða hvað? Já, en Haukur er líklega að svara fyrir næstu beygju. Já. Doddi gefur þetta bara eftir. Það koma hraðar út. Ég hugsa sko fyrst að Doddi er með þessar 2 sekundur á sig, hann græðir svo sem ekkert mikið á því að vera að tapa tíma í því að berjast of mikið akkurat núna, frekar bara vera nálægt honum þegar hann tekur benn þau út, sækja svo eftir það. Akkurat. Gunnar kominn upp fyrir Evu. Já. Eitthvað að gerst hjá Evu eða ætli Gunnar sé bara... Varstu ekki að tala um spinnaði eitthvað á hann? Það er ekki langt síðan. Já, hann fór í vegginn í pittinum, já. Já, það voru 3 sekundur ábygglega sem hann fekk líka. Já. Akkurat, það var eitthvað. En sko nú sjáum við, bilið er... Haukur út af! Nei! Doddi kominn í fórustu, ég ætlaði einmitt að fara að segja að bilið væri rétt 1 sekúnda, en nú var hann í pluss, ekki mínus. En sjáum þetta, hann fer yfir línuna núna 1,2 og sjáum hvað hann tapar miklu tíma á þessu. Þetta er 2 sekundur. Svo hann ætlar að vinna upp ferðina aftur, þannig að sko strax orðið 2,5 sekúnda. Alltaf töluður munur á hálfri sekundu og bara leiður komin upp í 1 þegar þú ert á svona kaflaðar sem þú hægir mikið að þér. Þetta er ekki núna 1,2 sem er á milli núna, þannig að baráttan heldur áfram. Þetta verður æsi spennandi kappastur hérna fyrsta sætið á milli Hauks og Dodda. Sæmi er bara 1 og yfirgefin í 3. Haukur svolítið viður á þá. Yfirgefin í 4. Eva 1 og yfirgefin í 5. Pinnir líka 1 og yfirgefin í 6. Það er allir 1 og yfirgefnir, eða Jón G. Það er 12 sekundur í banni fyrir framan og 16 fyrir aftan. Hann er með 17 í næsta mann og 19 í næsta, þannig að þetta var bara ekkert vitt í neinu öðru en að fylgjast bara með topp 4 eins og við erum búin að vera að gera, topp 5. Það er styst á milli manna og það er baráttan. Og eins og staðan er, það var styrst baráttan fyrsta sætið. Það er 0,7 í Hauk. Doddi er að sækja. Hann er með meiri juice á vélinni. Heldur batteríinu betur við.
sekundur núna. Doddi á fjólblóðum. Það slíftur mig að fara að kikka samt inn. Það komið svo nálægt. Já, þetta alveg að koma. Hvað tekur inni, ver. Doddi reynir að fara utanverðu. En gefur það eftir. Þetta Skynsamur. Það reyna fram á röstur. Stanna, já, algjörlega. Ég held eins og þessari braut sko að alla dýfur tapa miklu tíma fyrir báða ökumenn. Það snúðist miklu frekar að ef þú ert ekki komið fram úr upp á hliðina á honum þegar þið bremsið, þá reynir frekar að fókusera á exitið af því þú er svo langa beinakafla í framhaldi. Já. Eina vitið. Sjáum hérna, þetta er að gera núna sko. Það kemur Doddi inn á hann. Og með hægri innri línuna í hröðu næstu beygju. Og er bara búinn að klára þetta fyrir beygina. Já, nákvæmlega. Og full land í fjólblóðum. Já, einhvern veginn. Fóru alveg fram hjá mér að menn var að velja gömlu Toyotuna. Ég held að það væri allir að hugsa held í nýju eða Porsche'inu. Svo voru nú einhverjir að spá í Hyundai. Voru einhverja breytingar á bílunum eftir updateið? Ekki þetta update, en ég held að síðan í síðustu keppni sé hann alveg búinn að fá einhver, hvað var það, 19 kíló og missa 10 hestafli eða eitthvað. En ég held að hann sé nú samt alveg contender samt sko, ég held að það sé ekki alveg sem að standa í mönnum sko, en svona á móti hann kannski komið nær hinum bílunum sko, þannig að þá var hann kannski ekki alveg jafn físilegur og hann var í fyrra. Hvernig eru nýja eftir þegar force feedbackinu að fara í þig? Það geggja. Ég er mjög sáttur. Ertu með DD Plus líka? Já. Þetta full force er alveg geggja. Já, algjörlega, hann bara hefur líka með miklu meiri tilfinningu fyrir veginum. Já, og dekkjunum líka. Já, mér finnst með þess að sko, þegar við vorum að tala beyginu hann sem að fara þetta sagt, sem kemur áður en að fara inn á beinakaflana hérna á Le Mans. Já. Mér finnst miklu auðveldar að taka hana eftir update. Jaha. Því mér finnst bílinn respond svo miklu náttúrulega einhvern veginn við mig fyrir að keyra. Verður að útskýra það, en það er eins og, já. Það var náttúrulega talað eitthvað stórt dekkja update sko, en svo sá maður ekkert í hérna patch notes eða neinu sko, en hérna það náttúrulega var nýr samningur hérna við Dunlop sem er komin inn. Já. Og það var alltaf í samhengi við það, var alltaf talað að dekkin yrðu uppfærð sko, sem sagt. Já. En við sáum ekki mun á eyðslu á dekkjum en einu svoleiðis, en maður heyri meira í þeim og svona, já, það er svona meira tilfinning fyrir þeim. Já. Hljóð er rosalega stór partur af því að heyra hvað er að gerast í dekkjunum. Heldur betur. Bæði í alvörinu og í simulator. Mér finnst þau hérna vera mjög nákvæmari og betri að svona gefa manni hugmynd hvað er að gerast eftir því. Bara jákvætt í alla staði. Heldur betur. Já, ég er mjög ánægður með þetta. Er það bara ég, er ég að keyra hringinn hægara eftir update, en finnst það svona skemmtilega og betra? Ég held að tímandi séu svo sem svipaði sko, en getur við... Ít svar, ég finnst eins og ég væri bara sekundu hægara eftir update, samt miklu meiri feeling að keyra. Það er bara, já. Ég er svo sem líka bara með að við Le Mans sko, maður var ekkert alveg komið með hraðan, ennþá þar sko. Maður var ennþá þarna í 34 fyrir update sko, þannig að það er kannski ekki alveg að marka. Doddi er bara að stinga af, hann er komin í 5,6 sekundur og Haukur er nokkuð öruggur bara eins og staðan er í öðru. Það er 14 sekundur í Sæma og síðan 4,5 sekundur í hann Gunnar og 9 sekundur í Evu, þannig að hann veist... Nei, hörru! Hvað nú? Hvað gerðist hjá Jón?
Skellum í replay. Staði. Það er langt á milli allra núna. Já. Minnsta bilið bara 5-6 sekundur eða eitthvað. Þannig að það er allir samt í no man's land að keyra eins og það Já, þetta bara típist. Hann ógraður á gjöfuna út úr síkeinu á Belgablónum. Missir hann bara til hægri út í vegg. Ég kann að metta þetta Johnny Player livery hjá Högg. Retro og skemmtilegt. Já. Það ætti náttúrulega að vera gullita og svart. Þannig að kannski það bara eftir byrtunni. Ég var alls ekki á því. En já, þetta náttúrulega er vitnun í gamla Lotus Formule 1 bílinn frá því gamla það. Gunnar kom með 1 sekundu í refsingu. Og hálfu sekundu fyrir aftan Sæma sem í 3. sæti. Gunnar er hérna í 4. sæti. Það sem ekki á ágjörða í Evu. Hún er 9 sekundar buffer í hana. Ég verð að segja samt að það er skemmtilegast að hljóði í bílum að spinna. Já. Hann er á 9-tvæðinni. Ég er að flakka henni yfir liverín hjá mannum. Já, þetta 9 þetta. Já. Já, maður getur loksins séð þau almennilega. Maður sá það hann í byrjun, en það var ekkert rosalega gott útsýni hann í miðnóttina. Skemmtilegt liverí hjá hérna honum Gunna. Hann er kominn í jólaskapið, sko. Já, þetta lítur út eins og jólabrjósykar eða eitthvað. Það er einmitt, Gunnar er einmitt í Basic, sko, hérna. Það voru svo miklir haugar með liveríin að hérna. Og við náðum bara að klára Porschen fyrir keppni. Ég fæ bara insulin boost á því að horfa á hann. Nó, ekki. Þetta virðist allt vera búin að finna sér svolítið sinn farveg. Svenni er svolítið svissneskur. Já. Ég er svissneski fáninn hérna á hótunni hjá honum og... Eitthvað svo leiðis. Hann er svo riddari á breytinni. Já, það er ég. Þú er riddari í göttunar. Rennur að stað, ungi riddarinn. Já. En já, Doddi er greinilega bara búinn að checka out. Já. Þarna sjáum við líka hversu mikið batteríið munar. Já. Að vera með skilning á batteríinu og vita hvernig átt að hlaða á hana, það bara gerir ekki af munin. Klálega. Það er líka það sem er svo gott við Porschen, þú þarft ekkert að spá því. Nei, ég kann mjög mikið að metta svona hluti þegar maður þarf ekki að hugsa. Já, Þú verður uppbyggðar að aksturinum. En Gunnar fær alveg klárlega mitt vót fyrir flottasta liveríið, sko. Já. Ég alveg tekið undir það með þessu. Aðeins og sætt fyrir mig. En ég var að spá ég að ríkja í tískulögguna. Nei. Ég verða, fyrir mér er Johnny Player liverið. Já, það er enda mjög flott. Það er mjög flott. Það er líka svolítið svona futuristic livery hjá Dodda.
Þau eru einhverju svona sci-fi mynd. En nú er líka enda svolítið fróðlegt að skoða hérna dekkjamunin hjá þeim sem fóru inn á medium og þeim sem fóru inn á hard. Út á medium og út á hard. Það komu allir inn á 9. hring hérna efstu menn fyrir utan Jóbi og Gretar. Doddi og Haukur Það er dekkjanum hjá Dodda og Hauki, sko. Já, en þeir eiga þennan og 2 hringi eftir. Já, ég hugsa þetta slepp alveg. Það verður lítið eftir, en þú veist, þessi bílar eru hérna fjárfélagadrifnir, ekki rétt? Jó, en þegar þau eru orðin komin niður fyrir ákveðið mark, þá eru þau mjög hættuleg. Ég ætla að tók test á Porschunum og hérna og áttu verið mjög lítið eftir af afturdekki á 8. hring. En, þú veist, það var samt ekkert eitthvað vandamál. Ég keyrði hægar en ég var ekkert að berjast í bílinn, þannig að segja, sko. Nú veit ég ekki hvernig það er hjá Toyotinu, en þetta er náttúrulega svo mikið downforce bílar versus, sko, þegar við erum að gera um 3 og svoleiðis, þá hérna þau treysta meira á dekkin heldur en af því að þú veist þessi bílar, það er svo mikið pressa í bæjunum að það er samskrif þótt að þessi farið. Já. En já, það þarf aðeins að passa sig kannski, en það var svona meðal þess sem ég er að horfa á skjánum núna, þá er alveg, þetta smakast ekki dráigjefni hjá mér. Nei, það getur vel verið að það sé bara... Það er líka áhugavert samt að bera saman hringtímana, sko. Sæmi er búinn að vera að keyra á 1.35,6 síðustu 2 hringi. Haukur er með sko 1.34, 5 og síðan með 1.37. Síðan 1.34 og 1.36. Nei! Sko, Haukur bara beint í vegginn. Nei, hvað var þetta? Var þetta bara að lagga? Hvað var þetta? Ég tók ekki eftir neinu. Kíkjum í replayið það, sem hvað er að gerast. Svo sem ekkert að gerast á braut, þannig að... Vola þetta spes. Já. Þetta hefur bara verið eitthvað lag, sko, af því ég sá þetta í útsendingunni líka. Já. Hann bara neglir beint áfram og í vegginn og svo bara byrtist hann á braut og heldur áfram. Þú veist, ekki svona rísildar á braut, hann bara byrtist á braut og er að keyra, sko. Já, skemmtilegt glits að það. Ég veit ekki hvað það heyrist í útlendingun, en soundið í þér núna er svolítið brakandi. Já, ok. Já. Þannig að þetta er bara eitthvað í partíinu á milli okkar. Já. Það vona að interneti hjá mér sé ekki eitthvað að fara að svíkja. Ég skal segja okkur chatið hvort að þið séu að heyra þetta allt eðlilega. En já, það eru 2 hringir eftir og það lítur ekki út fyrir mikla baráttur núna. Eins og staðan er, Eva er 4 sekúndum tæpum, 3,7 eftir Gunna og það er slatti að vinna upp. Hún er að keyra á hard meðan að Gunnar keyrir á medium. En þú veist, hún er að minnka bilið og þetta gæti hugsanlega árið eitthvað á næsta hring. Og þetta heldur áfram að minnka. Það er stöðugt að minnka. Ég held að Gunnar sé búinn að missa dekkjaforskotið sem hann var með að mediumdekkjunum. Já. Núna er Eva að keyra meira steady í hringi. Hún er að keyra sko 34, þannig að hún er á mjög góðum hringjum sko. Mjög steady í tímarhefinni. Já, hún er helviti góð. Ég er einmitt að spá hérna með
og hefur nú ekki það minnst verið búið að vera svo dimmt svo lengi, menn einmitt að tala sko hvort það sé sko hérna það er þess hvort það sé stilt á rétta hröðun en ég bara að spá sko hvort það hefði kannski þurft að vera að resetta lobbyinu fyrir Rise eða ekki. Já, það er náttúrulega spurning. Það er náttúrulega vita hvað er að gerast í veðrinu síðasta korterið ef maður resetar ekki. Já. Það maður hefur tekið eftir á æfingum og svona sko að hérna það er eins og stundum resetist ekki sko á myrkrið. Þó að maður hafi stundum með þess að reseta lobbyinu þá er samt myrkur. Það er eins og að sé eitthvað glitt sko, þannig að ég skellti bara inn í annardeldaspjalli bara hvort að menn vilji reset fyrir Rise eða ekki. Þannig að við leyfum þeim bara ákveða það. Það er náttúrulega í keppni náttúrulega að reseta eftir tímatöku, en nú erum við náttúrulega ekki með tímatöku. Þannig að þetta stefnir í æsi spennandi síðasta hring hérna fjórðasætið ef að er búin að minnka þetta rúma 3 sekúndur niður í 1 sekúndu núna, þannig að hún er vissulega að keyra miklu hraðar og nú verður bara að pressa á Gunnar að halda fjórðasætinu. Já, komin í hálfa sekundu, það er bara klárlega miklu meira keyrsla í gangi hjá Evi núna. Gunnar er greinilega farin að finna fyrir dekkjunum, ekki spurning. Já, það er eins og ég sagði sko, þessi síðustu 2 hringir, 7. og 8. er þetta töluvert hægari á medium dekkjunum. Já, við sjáum dekkjamuninn núna. Nú er orðið ansi lítið eftir á dekkjunum og menn að byrja síðasta hringinn. Þetta gæti orðið sketchy upp undir endanum. Akkurat. En allavega góða fyrir eins og Dodda og Hauk, þeir eru bara í góðum málum, þannig að þeir geta bara tekið hægan og ég ætla nú ekki að segja hægan hring, en svona sem er hægan. Ef maður getur fuel-saveað og tekið 10 hringi á hards, þá er það sem vænlegri kostur heldur en að taka 9-8. Af því að eins og segir, það droppar rosalega mikið á síðasta hringnum. Já, ég hugsa ef ég alveg eftir að éta upp Gunnar hérna, ef hún nærum nú ekki hérna á beinugölunum og þá tekur hann í Porsche-beginum. Já, kannski bara erfiða við Porsche-beginar. Já, það er erfitt að taka fram úr það sko, en dekkjamönnum kannski. Akkurat. Í hennar tilfelli myndi ég reyna að gera allt sem ég get til að vera búinn að klára hana framúrastur fyrir Porsche-beginar. Já. Það er risky business, en þú veist, last lap, auðvitað reynir maður allt sem hægt er, en mjög æskilegt að reyna að nýta þessa beinukafla í þetta. Já. Eva á líka mun meira batteri eftir heldur en Gunni. Gunni er í sömu málum á Haukur, en Eva á alveg nóg. Eva getur nálgast aðeins hérna og ná góður í útkeyrslu þessari beygju. Það væri mjög optimal fyrir hennar, já, sem hún gerir. Hún er innan við hálfa sekundu fyrir aftan hann, þannig að núna ætti slippið að geta talið eitthvað. Það helst mjög jafnfant. Þetta er langur kafli, þannig að það er mjög næs að ná þessu fyrir Indianapolis beinar. Já. En hún er ekki að draga það hratt á hann samt. Jæja. Komið í, já, þú veist. Nei, hvað, hún fer vítt? Hún fer vítt. Þannig að það var kannski bara fyrir að kíka á Dodda, fara í mark, fyrst að þessi barátta er búinn. Já.
En já, Doddi klárlega komið sá að sigraði. Þetta er betur. Komið með 11 sekúndur í forskot eftir að hafa gripið forystuna. Hann aðeins miða keppni. Nei, meiri segja ekki einu sinni miða keppni, annars meira liðið á hana. Kemur í mark fyrstur. Haukur hérna yfir línuna í öðru seti. Já, dekkin alveg farin. Sæmi í þriðja. Já, þessi mistökajæfi, þau fóru alveg með vonuna fjórða sætið. Þetta stemdi í barátti alveg fram yfir áslínuna en smá mistök. Þetta verður. Jón B og Himmi hérna næsti, nei Benni. Jón B fyrir vítt. Ætli þetta sé refsing á Jón B og hvað Benni er 2,2 fyrir aftan hann. Þetta er sekúnda í refsingu. Sekúnda sko. Já. Hann gerði heldur betur aðreiðurík mistök á fyrstu ringjunum þegar hann langaði að fara á Intel þegar að breyta Nei, harðu! Nei, hvað er að Nei, og Benni líka! Hvað er að gera? Vá. Og byrju hvað, Benni... Og riddarinn komst fram úr. Og hvað vola að fá Benni hægt að stað þarna? Hann fór meiri síðan Svenni slætandi út úr beinu. Ég veit ekki hvað er í gangi hann síðast ringa. Já, og horfur á afturdekkin hjá honum og sér að þau eru farin. Já. Hérna sjáum við Benna aftur. Já, þetta er... Og svo er hann eitthvað vola hægur á stað líka. Já, þetta var bara skemmtileg keppni og... Þetta verður. Nú bara... Gretar dekkja kóngurinn, hann á að byggla mest dekkja enna hefur línuna. Klukka hvað byrjar? 21:30. Önnur deil 21:30, ok. Þannig að bara... Þetta er bara... Stutt í næstu keppni. Já. Minnið að setja like á útsendinguna og hérna hringi alla vini ykkar og láta vita. Já. Og þakkum öllum hérna styrktaræðum fyrir stuðninginn. Þetta verður. Gullfiskur, Game TV, GT Akademian, Classic Detail, hérna Kraftvélar, Kaldi, hvað er ég að glemma? Autoparts. Nei. Autocenter. Autocenter. Ég er nefnilega ekki vel tölvið að neitt fyrir fram þegar ég er að reyna að muna þetta. Ég skal bara finna þetta hérna. Gretar rétt náði yfir línu að tími kláraðist. Já. Hérna. Þar höfum við það Doddi í fyrsta sæti og með fastest lapp. Alveg langt frá fastest lapp, 31:0. Haukur í öðru, Sæmi í þriðja, Gunnar í fjórða, Eva í fimmta, Jón B í sjötta, Svenni í sjöunda, Binni Skrambin áttundi og Greta níundi. Látt úrslit. Það hefur verið gaman að sjá hvað Jón B hefði gert ef hann hefði ekki ákveðið að taka Jóa á þetta. Nei, byrjum keppnina. En styrktararnir eru alltaf GT Akademian, Gullfiskur, Kraftey, Lavasjó, Kaldi, Classic Detail, Autocenter, Arctic Iceland, Kraftvélar og svo náttúrulega Game TV og Senna. Svo maður alltaf ekki gleyma GTS Iceland. Það sjálfsög. Sem heldur utanum þetta hjá okkur. Þeir eru náttúrulega nummer 1 og 3 sko. Já. En já, erum við þá ekki bara góðir og stutt í næstu útsendingu? Jó, bara start á slaginu, reynum allan að hafa á slaginu 21:30 og þannig að við bara sjáum ykkur eftir smá stund. Takk fyrir okkur. Takk. Bye bye.